Eldgos þegar kvika eða bergkvika berst upp á yfirborð jarðar. Það gerist vegna þess að flekarnir skríða í sundur, vegna þess að það möttulstrókur sem ýtir kvikun upp undir. Og kvika á ferðinni getur líka orsakað jarðskjálfta. Þetta seigfljótandi efni sem kemur úr möttlinum og út af þrýstingi berst stundum upp á yfirborðið, eins og ég lýsti áðan. Þau geta orðið á hafsbotni eða á landi og geta haft mikil áhrif, því að það bæði það að hraunið rennur yfir og eyðileggur gróðurlendi og jafnvel heilu bæina. Það kemur aska eða önnur gosefni. Það fylgir þessu fullt af eitruðum lofttegundum og eiturefnum sem geta farið í grunnvatnið annað. Þannig að eldgos hafa haft mikil áhrif í gegnum söguna. Eldgos á Íslandi til dæmis árið 1783 urðu Skaftáreldar og þá dó 20% þjóðarinnar, 1 af hverjum 5 dó aðallega úr hungri út af þess að meirinn helmingurinn af öllum bústofnum í Íslandi dó. Þetta hefur haft gríðarleg áhrif og Skaftáreldar höfðu þau áhrif að loftslag í Norður-Evrópu kólnaði í nokkur ár. Þannig að þetta getur haft gríðarlega mikil áhrif.